Fyrir ykkur 20 ára skrifaði ég grein og hún snýst það að ég lagði til að Ísland væri fyrirmyndarþjóð. Það væri megin viðskiptahugmyndin og það það sem regnboginn leggur til. Það það í staðinn fyrir stóriðju að þá verði ríkishugmyndin það að Ísland sé fyrirmyndarþjóð. Hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda, að sjálfsögðu þurfum við að ganga lengra fram í þeim efnum heldur en aðrar þjóður, heldur en aðrar Evrópuþjóðir, hreinlega þannig að þær verði bara grænar af öfund. Sko, ef að olían á Drekasvæðinu væru kannabisefni, þá gæti við til dæmis sagt, sko, við erum alfarið á móti kannabisefnum, en við ætlum samt að rækta þau og selja þau. Svarar þetta spurningu? Regnbogi vill vernda náttúru og auðlindir á norðurslóðum þó það verði ekki náttúrulega til þess að gæta okkar eigin öryggis. Það geta klárlega, þó svo að þessi kannski erfitt að hugsa sér það núna, en það geta klárlega orðið olíuslys sem gera bara ólíft á Íslandi. Þannig að það bara næg ástæða til þess að vernda náttúru og auðlindir. En það þarf ekki að því að það verði allir lokuð skoti fyrir það að það sé ekki hægt að nýta auðlindir með einhverjum hætti, en það þarf ekki alltaf að gerast á einni nóttu og við þurfum ekki að gera allt eitt fyrir og bingo.